Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Velkomin í Öryrkjaráðið. Hérna erum við Bára á miðvikudegi í svona föstudagsrabbi á miðvikudegi. Já. Þannig að við ætlum aðeins að víxla aðeins að breyta til. Við vorum nú bara í sumarfrí í síðustu viku. Já, það er svona búið að vera af og á sumarfrí svo sem líka pínu í sumar, en í síðustu viku var það bara vegna þess að verandi öryrki að reyna að halda úti Öryrkjaráðs-TV, þá bara var heilsan mín ekki þannig að ég gæti tekið þátt í því. Og ef ég man rétt þá var eitthvað svipað að gerast hjá þér. Ég reyndar reyndar tók 2 viðtöl sem ég ætla. Já. Það er kannski ekki að segja frá því. Hætt að monta þig. Nei, ég er að stríða. Já, en það er stundum bara þannig að við bara einmitt falla niður þættir af því að við höfum ekki heilsu í að framkoma. Svo við ákváðum eiginlega bara svolítið að fjalla það núna, að vera öryrki að halda úti einhverju dótari, og það er einmitt svona svolítið endurspeglun af því af hverju við erum líklega ekki vinsælasta materjalið fyrir atvinnumarkað. Já, einmitt. Heldur að væri búið að reka okkur úr vinnu ef við værum hérna svona alvöru sjónvarpskonur einhvers staðar? Það væri búið að segja nokkru sinnum svona jæja, og svo færi það eftir hjá okkur maður var að vinna, hver langt jæja það væri þangað til að maður yrði bara jæja, við verðum að hafa hlutina reglulega. Og það er treyst á það að sé þetta og þetta, og við getum bara ekki endalaust lalala eitthvað. En það væri alveg definitíð komið jæja, allavega á mig, sko, þú ert nú búin að vera duglegri, ég verð nú að segja það, sko. En það líka svona einhvern veginn svona, ég veit ekki, þú ert náttúrulega bara svona búin að vera miklu meira í svona aktífu félagsstarfi og svoleiðis, það er svona formar mann meira í hluti. Já, ég held það. Ég held að sé svolítið svoleiðis, afsakið, klippa hérna hortnögl. Já, ég allavega er að venja mig inn í þetta og kann mikið að meta þetta, en í síðustu viku þá þurfti ég bara að viðurkenna mig sigraða. Ég hefði bara ekki andlegt úthald í það að reyna að finna manneskjur, reyna að finna efni til að tala taka það upp, og allt hitt sem var í gangi. Það er eitthvað, ég lenti í einhverju pest ofan á mín venjulegu dótari, og síðan festist einhver steinn í eyranu á mér og ég get ekki staðið upp nema detta á vegg. Og í gær þegar, ég er með svo lélegt jafnvægisdótari, í gær þegar ég var að reyna að taka hefti úr stól sem ég er með hérna, gerðist það ekki betur en svo ég kýldi sjálf hérna í hökuna. Andlitið, já. Ég var eitthvað að reyna að meika yfir það, og svo bara nefndi ég þessu ekki lengur. Ég bara, þú veist. Heyrðu, en svo er það bara alls konar búið að vera skeið hérna núna, alls konar búið að vera í fréttum hérna undanfarið. Nú búið að herða sóttvarnareglur. Jú. Aha. Hvernig líst þér á þetta? Sko, ég er öll fyrir því að herða á sóttvarnareglum. Ég er alveg leiðileg manneskja. Ég er alveg bara eitthvað, já, mér langar ekki að deyja. Ég veit að rúkst enginn kemst að mér. En og ég veit að það er rosalega erfitt fyrir ferðamannaiðnaðinn og allt þetta og eitthvað, en ég endurpóstaði nú daginn úr klippi úr staksteinunum hjá Mokkanum, sem hinn heimurinn hitt Ísland, og alveg, hann meinar að við ættum að fara að bæta við þjónustustörfum og eitthvað svona, nei, við þurfum að einbeita okkur að ykkar rekstrinum. Að því að við erum ekkert að fara að lenda í því að að það sé fólk sé að fara að verða meira atvinnulaust og meira verða á örorku, meira verða veikt, meira, og það væri bara betra að byggja það upp betur. Nei, það er ekkert að fara að gerast, nei. Ekki í veröldina hans Bjarna Ben. Í veröldina hans Bjarna Ben, þá er það ekki að fara að gerast. Já, eða þeirra allra þannig Sjálfstæðisflokknum held ég. Hann er svona andlitið. Já,
Hún nú búin að hafa sig frammi, bæði hún Þórdís Kolbrún náttúrulega eftir að birtust myndir af henni á djammi með æskuvinkonunum sem kom svo í ljós og var auglýsingamynd. Ó. Já, af því að ein vinkonan einhvers konar áhrifavaldur. Já. Og þetta var gert sem sagt fyrir Icelandair eða eitthvað svona. Ég skil. Þannig að þetta versnaði alltaf og Ég fylgist bara versnaði með í byrjuninni, sko. Já. Já. Versnaði alltaf og versnaði í þessu máli. Já. Og svo Sigríður Andersen búin að tjá sig töluvert og henni finnst bara að það sé ekki hægt að setja reglur á, þetta fólk geti ekki verið að setja reglur sem það geti ekki fylgt sjálft. Og þá velti ég fyrir mér einmitt hvort að það sé nokkuð hægt að setja bara reglur það sé bara ekki hægt að setja reglur mútugreiðslur og reglur svona hagsmunatengsl þingmanna eða reglur nokkuð skapaðan hlut af því sjálfstæðismenn get ekki farið eftir þeim. Já, ég náttúrulega spurning, sko, ef að maður ætlar að sko, auðvitað náttúrulega var þetta, þú veist, að stórmáli út af því að þessi kona er náttúrulega í þessum flokki og allt það, þú veist, ef það hefði verið tekin mynd af mér með æsku vinkonunum einhvers staðar, þá hefði fólk eflaust ekki haft mikinn áhuga á því, mögulega gert úr því eitthvað en ekki alveg að þetta. Pointið snýst það, eru við öll að fylgja sömu... Já, hún var líka nýbúin að skrifa einhverja grein þar sem hún ítrekkaði það að hver og einn væri nú bara mesta almannavörnin, sko. Já, en þetta líka þannig, sko, að það sem að kannski, það var eitthvað fólk sem deildi þessu og ég var að ræða þetta í athugasemdunum undir þarna. Ef þetta væri æskuvinkonunnar sem hún hefði hvort alltaf verið að hitta vikulega anyways og væru alltaf að passa sig hvort þið væru innan sama vinahóps, væru ekkert mikið að fara eitthvað, þá væri þessi myndir þannig sé alveg allt í fínasta lagi. Já, ég meina það var talað náttúrulega, þú veist, þeir sem deildu heimili mættu alveg vera inn í sama rými með innan við 2 metra á milli sín og allt þetta, en ekki aðri, sko. Þannig að þetta þarna... Já, það er náttúrulega... En svo fannst mér eiginlega verra að hann skildi hann Þórólfur einhvern veginn fara að draga þá úr, fara í eitthvað fár yfir þessu og fara í rosa meðvirkni með valdinu og fara í rauninni að draga úr reglunum og eitthvað umorðaður og breyta þeim af því að þetta gerist. Já, ég finnst nefnilega að fólk eiginlega bara að horfa svolítið á skilningin horfa svolítið á tilgangin af þessu. Tilgangurinn að fækka snertipunktum. Já, algjörlega. Þannig að það á að vera hægt bara rökrétt að hugsa, ok, mamma mín sem ég búin að vera í samskiptum við síðustu 4 vikur og fer bara í Netto og þú veist, notar hreinsar og grímur, ekkert mál. Eða fólki í blokkinni minni eða eitthvað, ég veit það ekki, skilur. En fólk var náttúrulega bara alveg rosalega, sko, margir eru mjög sárir yfir þessu, því margir eru bara að fresta jarðarförum og fermingarveislum alveg drekk. Þannig að, þú veist, og fresta svona allavega fresta hittingum með æskuvinnum og allt þetta vegna tilmæla yfirvalda og stjórnvalda. Og svo gerist eitthvað svona, þannig að auðvitað... Ég vona bara... En ég held hún hafi beðist afsökunar á þessu loksins í dag. Ég held líka að fólk þurfi samt líka að muna það að það sé fólk út í að hún hafi gert þetta svona, ekki láta það yfir gnæfa raunveruleika sem ég sá að ekki fara að vera eitthvað bara, þá ætla ég bara að gera það þýðir náttúrulega ekki nægt, sko. Það ekki, þú ferð ekki bara allt í henni að hætta að ganga vera með bílbelti út af því einhver annar fylgir ekki reglunum. En mér fannst athyglisvert eins og það sem þú sagðir áðan að þú vildir að það væri farið eftir ströngum sóttvarnareglum af því að þú ert í áhættuhóp en þá værirðu kannski bara sjálfselsk sem er náttúrulega bara alveg frálegt að við eigum náttúrulega ekki að hugsa þannig en það er samt eitthvað svo eðlilegt að fara í þann gír að hugsa bara byrju, er ég svona sjálfselsk að þú veist, vilja bara þetta sé rosa hart af því að við vitum bara hvað þetta táknar, við vitum að þetta getur orðið bara svakalegt það við veikjumst það er ekkert þess að við myndum lifa það af. Mér langar einmitt bara svona til þess að vera alveg ótrúlega blönt og hróðaleg að vísa í listverknaðinn minn í sumar.
ég veit það svo rosalega nákvæmlega hve mikið ég gæti dáð úr þessu, að ég á gamlan stuðningskvennahóp á netinu sem með sama sjúkdómi ég, flestar startar í Bandaríkjunum af því að það fyrsti hópurinn sem ég fann þegar ég var veik og honum var lokað í sumar eftir að 24 af 27 einstaklingum létust, 22 úr COVID og 2 vegna afleiðinga COVID á umhverfið þeirra. Þetta voru þetta allt konur í Bandaríkjunum eða var þetta víðar? Það meiri hlutin af þeim var í Texas og það er allir í Bandaríkjunum, já. Og ég veit alveg á Íslandi erum við ekki eins rosalega nákvæmar í þessu, eins rosalega mikil hættu. Og það er alveg misjafnt hvernig fólk með minn sjúkdóm myndi bregðast við þessu. Ég er á áhættuhópi út af mjög mörgum svona litlum óskýrum hlutum. Þannig að það er alls ekkert gefið hvernig þetta færi hjá mér. Nei. En miðað við að grunnstatusinn er það, ég má ekki fá pínu niðurgang án þess að vera út úr samfélaginu í 2 mánuði, þá er það bara frekar augljóst að það er eitthvað sem ég get ekki. Og já, ég vil heldur ekki vera áhættu einstaklingur fyrir fólki í kringum mig. Og meðan fólk svona almennt er einhvern veginn að rífast yfir því, þú veist, á ég, má ég, þú veist, whatever, í staðan fyrir að átta sér á því að, sko, því það er enginn út á götu með byssu að skjóta fólk, þá fólk einhvern veginn ekki átta sér á hættunni. Við erum búin að vera frekar lukkulega með dauðsföll og svoleiðis á Íslandi út af því að við vorum svo rosalega dugleg og gerðum þetta rétt. Já, það er svona margt sem spilar inn í, sko, bæði náttúrulega er aðgangur fólks og heilbrigðisþjónustu betri hér heldur en víða annars staðar. Við erum örugglega með mjög góða lækna, gott hjúkrunarfólk og allt það, þá að spítalinn sé að mörgu leyti náttúrulega mjög gammaldags. Jú. Þannig og þannig að það er svona ýmislegt. Svo hefur við mjög sennilega fengið kannski verið heppin með afbrigði af veiru líka, það er einhver svona óvissufaktor ennþá. Já, var ekki einhver nýr faktor í þessum sexumenningum hana? Ég veit það ekki, var ekki eitthvað sem er núna nýtt? Það voru, já, sko þetta er svo fyndið. Ég heyri fréttir eða sér þær að því ég randomly fer inn á síður. Ég fór randomly inn á Vísi út af einhverju ástæðanskap sem var í gangi þar. Og sé sexmenningarnir voru með aðra útgáfa af vírusnum, eitthvað álíka. Þar mér frétti ég að því að það væri einhverjir, og það er heildar upplýsingarnir sem ég hafði til að byrja með það hefði verið einhverjir sexmenningar. Svo talaði ég við vinkonu mína sem að sagði mér að þetta hefði verið einhverjir sem voru að koma, einhverjir að hún hélt þetta hefði verið Austur-Evrópubúar sem hefði verið að koma hingað fyrir vinnu og hefðu svo annaðhvort ekki skilið eða fylgt reglunum og ég bætti nú við og kannski hefur þau, ef þetta eru láglána fólki sem við erum að flytja inn sem hálfgerða þræla hérna, þá er það kannski bara ekkert valmöguleiki að fylgja sóttvarnadótaríinu heldur. En það var aðalpunktið að ég heyrði það að hefði verið einhver annar strain af þessum vírus. Og maður veit að þeir eru til nokkur og þeir eru misskæðir, mismunandi hvernig þeir ferðast og allt þetta. Þannig að en ég heyri náttúrulega eins og verandi ég, að þá bara heyri ég og fylgist með fréttum á meðvitundarbasis og hvernig hitti og hver segir mér eitthvað. Þannig ég er ekkert alveg on top of everything, en það er bara svoleiðis. En varðandi þetta sem við vorum að tala með smittótaríið, já. Ég nefnilega sko mani mitt eftir því þegar það var hækkað þarna aftur og ég langar að segja það sko, ég þarf einhverjum með meira heldur en aðrir og við náttúrulega, en ég fór sem sagt á vinur minn, hann var að halda lokasýningu á hann flyttu til útlanda kvöldi áður en að samkomureglurnar voru hertar aftur. Já. Og mér var tryggt alveg sæti með 2 metra millibili og ég var með grímu og allt þetta dótari. Já. Og ég fer þarna og fæ með hvítvín og horfi á yndislega sýningu og
fekk svona að finnast ég vera lifandi manneskja í samfélagi aftur í smá stund og heilsaði fólki svona og eitthvað og svo fekk ég með 2 vínglös og þá var ég allt í einu sinni tvisvar og kannski búin að knúsa einhvern sem ég átti ekki að knúsa og ég það reddast. Og svo fór ég, áður en ég fór heim, þá ákvað ég að fara, vinur minn hann með sem sagt skemmtistað eða bar eða hvað maður að kalla þetta niður í bæ, sem hefur verið var í gamla dag heimahöfnin mín og ég vissi alveg veit alveg að hann búinn að vera að berjast í hlutum og ég ákvað að fara þangað og kaupa mér eitthvað á barnum, bara eitthvað eitt á barnum, bara í stuðningi við hann. Nema þegar ég kem þangað þá náttúrulega hitti ég þar fyrir hópa fólki sem ég þekkti. Og þau eru öll innan síns eigin samfélagshóp sem þekkjast mjög vel og ég veit alveg að ekki mikið í tengslum fyrir utan. Og ég get nú ekki alveg kannski sagt að ég hafi, ég meina glas 3 og ég var kannski aðeins of nálægt fólki. En ég var samt alltaf af og til að muna að passa mig á eitthvað. Varstu með grímu? Og ég var með grímu eins og oft eins og ég gat og eins mikið eins og ég gat. Ég meina, það verður svolítið þú veist, að því ég... Þú hefur þórað þessu? Ég myndi ekki þóra, ég bara þóra ekki bara fjós. Ég þorði þessu eiginlega ekki, en ég þorði þessu bara, þetta var eitthvað ég upplifði svo mikla þörf til þess og eitthvað, en ég samt ekki sátt við... Þú ert bara eins og ferðamálaráðherra. Ég nefnilega bara eins og ferðamálaráðherra að vissu leyti þarna, nema að ég held að þetta hafi verið fyrirframplana hjá henni svolítið meira, en þarna þegar ég komin allavega á barinn þarna... En hjá þér þetta svona að þetta gerist með fyrsta glasi, öðru glasi. Já, það gerist... Já, það er það sem verið að vara líka við, en þetta fólk sé að fara eitthvað og fá sér í glas. Já, því að ég fór á skynsamlegan máta af stað. Já. Og svo fór ég út af línunni. En svo hef ég líka í öðru tilfelli farið á stað þar sem að mér var lofað að það yrðu allar öryggisreglur. Já, svo var það ekki. Svo var það ekki og ég var bara komin á staðinn og ég þurfti að vera þar og lítur allt saman, versta við það var það að magapestin sem ég er búin að vera með síðustu viku byrjaði bara 1-2 dögum seinna. Þannig að þú hefur smitast kannski bara af einhverjum. Já, en ég var svo hrædd. COVID eða eitthvað. Ég var svo hrædd, ég var svo terrified, ég var svo ógeðslega terrified. Líka því að á heimilinu mínu eru 2 aðrir áhættu einstaklingar. En ég held að ég hafi skoppað fram hjá byssukúlunni. Málið það nefnilega, ég meina stundum ég oft þreytt til að ná að fylgja öllum aðróðareglum. Ég fer í búð og ég enda á því þegar ég komin heim að ég gerði þetta vitlaust og svona þetta, en ég alltaf að reyna. Og það það sem við eigum að vera að gera, við eigum alltaf að vera að reyna og sérstaklega þeir sem nógu heilbrigðir til að geta fylgt þessu algjörlega, bara please, fyrir okkur hinn sem að þú síðan þurfum að hrökklast inn á læknavakt eða í búð eða eitthvað og treysta á það að sem flestir hafi verið að haga sér vel þar inni ef að við misstígum okkur. Það er líka svolítið það. Já. Líka því að þetta einangrar mig gagnvart því hvernig ég get heimsótt og hvenær. Ég fer eiginlega ekki heimsóknir til nema bara til annarra áhættu einstaklinga. Þannig ég veit að þeir passa sig eins vel ég. Og svo svona bara gráa svæðið í kringum litla ömmubarnið mitt Hann passar sig eins vel eins og hann getur strákurinn minn og við náum að hittast af og til, fórum út í garð lítið í gær og eitthvað svona og það var bara voða næs. En ég veit ekki, þetta er bara við vitum alveg að við getum ekki að vera öll fullkomin í þessu. Ég meina það vita það allir sem hafa einhvern tímann verið að reyna að gera eitthvað, hvort það er að fylgja einhverjum matarkúr eða whatever í lífinu, skilurðu. En ef við erum allavega bara með minnstu samkennd og hugsa þetta heildstætt, þú veist, ekki bara ég og vinir mínir verðum í lagi því ég veit að ég hef efni á því, skilurðu, eða það getur ekki verið neitt á þessum aðila því að þetta og hitt eða eitthvað. Þú veist, ég vil að við séum bara, þú veist, séum svolítið svona, hugsum þetta svolítið svona eins og allir sem að þú veist hvað gerði hann hjá? Hann sagði fyrir í byrjunin á þessu, það sagði einhver maður,
hagaðu þér eins og þú sért smitaður og þú viljir ekki smita aðra. Já, akkurat. Þannig gerur þetta rétt. Ég held þess vegna þegar fólk er að nota grímurnar og það þarf líka svolítið að hugsa sko út frá því að ég myndi ekki, ef ég er með þetta ætla ég ekki að smita aðra. Já. Það er svona eins og hérna Austurlandabúarnir eru að koma hérna og þegar það var bara þannig að þeir voru oft með grímur þegar þeir lentu hérna á Keflavíkurflugvelli þá er það yfirleitt ástæðan að viðkomandi er kannski mögulega eitthvað með kvefið eitthvað. Já, með kvefið eitthvað. Þetta var útskýrt fyrir mér eins og ég vissi að sumir voru með þetta út af smog, skilur hlutum og svoleiðis, en svo sagði einmitt einhver kona mér það að hluti af Asíubúum, þá er þetta bara, sumum stöðum er þetta ég er að vernda mig fyrir öðrum, en á hluti af Asíubúum eru bara, það er bara grunnregla, ef þú ert með flensu eða eitthvað, að þá setur á þig grímu af því að þú vilt ekki smita aðra. Já. Þannig að fyrir þeim hefur þetta örugglega ekki verið eins mikil stökk sko, en ég veit bara ekki, sko, ég veit alveg, við vitum að unglingar eiga erfitt með að hoppa í kringum svona, þú veist, að hafa samkynda með öðrum og whatever, en þegar þetta byrjaði, þá var sumir einstaklingar sem ég þekki sem er bara djammarar dauðans, sem allt í hennu bara voru heima og ég bara eitthvað, býttu, ert þú ekki einn af þeim sem ekki fylgir svo bara, nei. Og einn þeirra sagði að ég þekki þig og ég fekk bara, takk, og Anna var bara eitthvað, nei, amma mín og eitthvað, og ég var bara eitthvað, ég var svo stolt af því að einstaklingar sem að, þú veist, eru svona, þetta reddast. En svo er núna er þolinmæðin, núna hélt fólk að þetta væri bara að vera búið. Já, var það ekki búið að heyra bylgju númer 2? Já, og þá einhvern veginn verður þolinmæðin minni, finnst mér, hjá fólki. Já. Fólk bara nennir þess ekki, sko. Ég velti því fyrir mig, ég veit ekki hvernig sundlaugarnar eru gerð, ég veit að það hefur verið lokað í sko líkamsræktarstöðinni hérna í Sundlaug hérna í mínu hverfi. Já. En sundlaugin held ég opin. Já, ég fór að hugsa með því gær í góða veðrinu, það var að ég kerði þarna framhjá og það var alveg sko ótrúlega mikið af fólki fyrir utan sundlaugina, þannig ég hugsaði bara hvernig ætli sé onni í sundlaugina, ætli telja onni eða hvað? Einhver sagði mér að það væri ekki að vera fjöldatakmarkanir, en ég aftur á móti var ekki komin svo langt að reyna að finna út úr því hvernig það er, þannig að þegar vinkonan mín hringdi í mig í gær og sagði mér að hún væri svona 15 mínútur fyrir utan Reykjavík í sumarbústað með heitum potti, þá ákvaði ég að ég ætla að fara þangað frekar inn í sund að reyna að komast að því hver öruggt það er fyrir mig, sko. En það er einmitt þetta, sko, ég í raun og veru bara, þú veist, tek engar áhættur og svoleiðis, að því að eftir því sem að við gerum þetta betur, því hraðar getum við í raun og veru, þú veist, byggt upp hluti innanlands, jafnvel þótt að við séum ekki að fá alla hluti utanfrá, þá erum við samt sko... Af því ég held nefnilega að skipti bara svolítið máli að við fáum að landamærin sé tryggð, þannig að það sé ekki fólk að koma smittað inn í landi, að það uppgötist. Þannig að ég er ánægð með þetta sóttkví, þó þetta sé náttúrulega ógeðslega hvimleitt og leiðilegt fyrir fólk, og ég veit að fólk núna til dæmis að vera í fréttunum í dag, að fólk sem er að koma hingað vissi ekkert af þessu, sko. Það var bara fjöllum, þannig að svo sá ég einhvern mann vera, svo er ég að sjá fólk vera kvarta yfir á netinu bara eitthvað, já þá þarf ég að gera þetta allt saman og ég er bara í alvörunni, veistu, ég er bara krakkar fá að fara í skólan og einhvern veginn fá að bara þannig lagað eðlilegt líf fá að ganga hérna. Ég veit ekkert hvað finnst þetta skóladót, af því að ég var að tala við kennara í fyrradag sem að er hræddur við að fara að kenna, en kennarum finnst þetta mjög sérstakt, sko, það sé 1 metra regla þar og eitthvað svona. Já, ég bara eins og segi, ég hef ekki nóg vita á því og svo er alltaf að breytast hlutir, en ég treysti því að við bregðumst við ef hlutir gerast. Já, ég held líka bara smám saman þegar að verða svona, sko, í einhver tíma strangari reglur við landamærin, þá hljótum við að ná að stoppa þessi smitt og þá ætti að vera hægt að slaka fyrr á, sko, þessum takmörkunum hérna innanlands eins og í skólunum. Já.
Það nefnilega það sem gerist og málega það ég samt var að tala við eins og þessu vinkonu mína með hana. Hún kom frá Noregi og það var safe zone þegar hún kom. Þannig að henni var neitað test. Hún spurði hvort hún ætti ekki að fara í test. Hún bara, nei, farðu bara inn, það ekki, þú ert að koma frá alltaf. Og hún fór bara inn og fór heim og allt þetta. En ég man ekki alveg dítelinn, þannig ég ætla nú ekki að fara að dæma íslenska kerfið út frá því alveg. En svo nokkrum dögum seinna þá hækkaði statusinn og núna Ísland til dæmis komið meiri smitt. Þannig að hún veit ekki alveg þegar hún fer aftur til Noregs, af því hún Danmörku fyrirgefðu. Danmörku, ekki Noregi. Hún flytur á milli Danmörku og Noregs, ég man þetta. Að þá veit hún ekki alveg hvernig það verður þegar hún kemur heim, hvort hún þarf að fara í test eða sóttkví eða eitthvað þar. Það er ekki þannig í Svíþjóð til dæmis. Ég var að lesa reglurnar það er ekki þannig. Ég var einmitt að hugsa þetta með það hún kom til landsins og það var ekki eins og tékkað á henni. Ég treysti henni nefnilega mjög vel. Hún hjúkrunarnemi og skynnsöm kona. En ég fór samt að hugsa það, ég hélt einhvern veginn að væri allir og maður veit ekki einhvern veginn ekki og mér finnst erfiðara og erfiðara að halda utan breyttar upplýsingar og nýjar upplýsingar og alveg frá upphafi hefur mér fundist ég einhvern veginn ekki eiga góða eða hraða leið í auðskiljanlegar leiðbeiningar heldur verandi manneskja sem fær reglulega svona það sem kallað heilaþoka sem fylgir alls konar hlutum og þarf einhvern veginn að reyna að skilja einhverja hluti sem er mjög erfitt og ég man líka þegar þetta var að byrja og ég var bara, heyrðu, svo fer það yfir á síðu landlæknis og þar var allt í engar enskar upplýsingar nema bara skrifstofa landlæknis heitir þetta og hér. Það var ekkert Já, ég held að það sé bara skortur á bara pólsku þýðingum og skortur á þýðingum, sko. Það er líka, það verður verið að gagnrýna það einhvern tíma daginn einmitt að það væri, þetta væri svo mikið bara svona alltaf reaction, eitthvað kemur upp alveg, við erum ekki með þýðingar fyrir innflytjendur hvernig ósköpunum. Þegar, hvað eru þeir ekki 10% af Íslendingum eða eitthvað? Jú, ég meina þetta er svo rosalega há prósenta, þetta er bara, þetta er út í hróa höft. Það gerir ekki ráð fyrir á öllum levelum í stjórnsýslustiginu. Sérstaklega í öryggisupplýsingum. Alltaf á öllu. Sérstaklega í öryggisupplýsingum. Algjörlega, það er náttúrulega bara alveg sko krúsjál. Og ég nefnilega, því að nú er ég líka einmitt í samskiptum við mann sem kom hérna inn sem flóttamaður. Og hann reyndar fyndna en ekki fyndna að honum finnst þetta ekkert vandamál af því að hann er að koma frá landi sem er búið að vera af og á stríð frá því hann var krakki fyrir honum var þetta bara eitthvað svona já ég var heima hjá mér og passa maður að fara ekki út og hitta fólk, ok á meðan við vorum alltaf að ég meni ég auðvitað var þetta aðeins minni aðlögun fyrir mér að vissu leyti líka á þetta ég hef búin að vera með meira heima heldur en aðrir og allt þetta en samt sko já hann vissi ekki, hann var að fá upplýsingarna sína frá mér ég fann það ég þurfti að ég hringdi í alla vini mína sem ég vissi að væri ekki alveg á íslenskunni bara eitthvað þú veist hvar færð þú upplýsingar hvað er að gerast á Íslandi þú veist hvernig hlutinni breytast og ég hugsa líka með mér það svo mikið af þessu fólki í þessum bæði sko í láglaunastörfunum sem eru annarkvort eins og þetta fólk sem eru á þessum starfsmannalegum og líka bara einstaklingar sem til dæmis eru bara þrifakrúið á einhverju hóteli eða eitthvað svoleiðis sem oft eiga bara samskipti innan síns hóps einhvern veginn og það virðist vera svona minna haft fyrir því að þú veist fólki er einhvern veginn ekki að mér finnst fólki vera meira saman þau. Vera meira saman þau, það er ekki eins mikið svona við þurfum að passa þau. Nei, þetta er svolítið huldufólk hérna bara á Íslandi, sko. Algjörlega. Og þannig að ég, eins og ég segi, mér hefur fundið svolítið svona, sko, ég held að ef maður hefur sko, fyrsta lagi þá þarf að segja fólki bara hugsiði skynsamlega grunnhugsunina sem er bara
það ósýnilegur hlutur sem að bara alltaf þegar þú ert nálægt einhverjum sem að anda nálægt þér og ef þú ert að snerta eitthvað getur ferðast til þín. Ég meina, ég held að fólk geti hugsað þetta bara svolítið svona eins og þú veist, þetta svona, hvað viltu að sé inn í lífinu þínu, skilurðu? Til að við segjum svo, COVID væri, segjum að COVID smitaðir einstaklingar, við skulum bara segja að þeir séu glæpamenn. Og þú ert þú fréttir að því að Jói vinurinn, hann er mikið að umgangast glæpamenn. Og þú hugsa ekkert út í það, ferð með honum hingað og þangað, hann kemur í heimsókn og á og til þá hann kannski með eitthvað sem hann var að eignast og svo allt í einu komið vin heim til þín sem að þú ert fann umgangast líka og áður nú veist að því þá er orðinn gaurinn sem skutlaði einhverjum úr einhverju sjoppu í annað með þjófnað. Þannig að en allir sem að vilja ekki vera í þessu dótari, þau myndu vera bara svona Jói, veistu, þangað til að þú hættir að vera inn í öllu þessu glæpajobbi, ertu til í að þú veist bara, við tölum bara í gegnum síma bara daglega hluti og eitthvað. Þetta er mjög gölluð samlíking. Það er til voðalega fallegt glæpafólk alveg örugglega. En pointið er aðalega það að við erum að reyna að takmarka snerti umhverfið okkar við örugga hluti og þegar við erum á svæðum þar sem að ekki bara snerti, líka öndunin. Já, það sem ég átti við með snerti var svona nálægðar hringinn okkar. Þannig að þegar við á og til þurfum síðan að fara með Jóa frænda í heimsókn til glæpagursins, þá höldum við bara KJ og höldum að okkur höndum og brosum fallega og þú veist, gerumst ekki bestu vinir gursins og pælum svo í og þiggjum ekki gjafir frá honum og eitthvað svona dótar á meðan. Og segjum ekki já við hinn og þessu og svo förum við heim og erum ekki í aftur tengslum. En það sem ég átti við basically er það að við þurfum svolítið að hugsa þetta sem svo að við erum að búa til litlu búblurnar okkar af hvar við líkamlega og einmitt öndunarlega snertumst við aðra. Og þannig að jú, það er ekkert mál Þetta var samt alveg dásamleg samlegging bara. Já, en það væri allt í lagi. COVID smitaði sig glæpamaður, en við megum alls ekki glæpa ég er að tala um glæpa andrúmslofti sem myndast í kringum. Ég veit en COVID er náttúrulega glæpamaður inn í samfélagið. Já, hann er glæpamaður inn í líkama þess smitaða. Ekki berinn, heldur það sem við þurfum að gera. Já, allavega, halda áfram fyrir ekki. En já, ég ætla að segja, en svo hefur maður heyrt sögur af því líka að fólk frá ákveðnum löndum þar sem að stjórnvöld hafa farið mjög illa með íbúana og það ríkir mikið vantraust. Að það sé fólk sem eigi erfiðara með að fylgja sóttvarnareglum af því það á bara erfiðara með að hlýða yfirvöldum. Treysta því að það sé ástæða það treystir ekki yfirvöldum og finnst Íslendingar alveg gaggú að vera hlýða yfirvöldum. Þetta hef ég heyrt líka og þetta kemur mann ekkert á óvart af því ég meina fólk sem hefur bara farið kannski mjög illa í sínum löndum af því að stjórnvöld hefur ríkt eitthvað fasískt einræði eða eitthvað svoleiðis að þá skilur maður alveg að það sé vantraust í garð stjórnvalda. Þetta er nefnilega svolítið rétt, en bara smá dæmi þennan sameiginlega vin minn sem ég var að ræða þarna áðan, sem fannst ekki droslega mikið mála einangra sig, að hann ætlaði að fá sér bílpróf. Og fyrsta sem hann sagði við mig getur bent mér á einhvern sem á ekki eftir að svindla á mér. Já, einmitt. Og ég sagði hann, já nei, þeir fara bara eftir eitthvað svona vissum reglum og textum og eitthvað svona dótari og eitthvað. En fyrir honum var það náttúrulega bara fullkomlega eðlilegt að það gæti verið, að það voru einhverjar reglur í kringum, það er ekkert innan stjórnkerfi þaðan sem hann kemur. Einmitt. Og honum bara, þú veist, þannig hann er ofta að passa sig á hlutum hér sem að þarf ekkert að passa sig, að við erum svo heppin að þurfa ekki að passa okkur eins mikið á. Einmitt.
Já, þetta nefnilega, þetta allt, við erum komum öll frá mismunandi stöðum og mismunandi fortíð og mismunandi Líka, þarlandi. Svo held ég líka bara, ég meina, ef þú hugsar út í þetta, daginn þá var ein kona að pósta á veggnum hjá sér, það maður, svona maður heimilislaus sem að hefur stundað að standa fyrir utan Hagkaup í Skeifunni að biðja peninga og hjálp og aðstoð. Og bara nokkrum dögum áður þá var ég búin að heyra frá fólki bara please ekki vera vond við hann bara, þú veist. Og svo, en hún aftur á móti póstaði í hinum punktinu sem var sá að hann stóð þarna við innganginn, þú veist, og hóstandi yfir alla sem voru að koma og það er svona viss svona samfélagsþáttur í því. Þannig að hún hringir á yfirvöld segjandi getur ekki gert eitthvað fyrir hann út af því að sem partur af almannavörnum að þá er hann ekki, þú veist, það að hann þurfa að vera þarna er ekki sniðugur hlutur. Þú veist, hann bara getur bara verið að grípa og senda út vírusa hitt og þetta allan daginn á þess að hafa nokkuð tíman ætlun til þess eða kannski getur til þess að koma sér í stöðu sem er betri. Og hún fékk nú frekar lélega svörun frá lögreglu, hún átti bara kannski að tala við hann sjálf eða tala við öryggisfólki í starfsfólki í búðinni og hún hafði ekki fundið neitt og eitthvað. En það bara, þú veist, COVID náttúrulega að draga fram alla þessa svona samfélagsgalla hjá okkur. En við verðum öll einhvern veginn að samt bara í alvörunni, þú veist, þykja vænt hvort annað. Ekki vera bara öll í veflanum á sjálfum. En það er eitt út frá þessu sem hún segir, sko, einmitt með þennan heimilislausa mann, sko, ég bara, hún að kynast fólki sem er heimilislaus líka og ég þekki til dæmis eitt sem bara býr í tjaldi. Og sem náttúrulega bara skelfilegt á þessum tímum að sko yfirvöld get ekki sko druslast til þess að sko einu svona vera með einhverja neyðarhúsnæði, ég meina þeir eru með alls, ég meina þeir reka svona neyðar það er búið framlengjað fyrir konunar, ekki? Jú, en þeir eru með svona neyðar húsnæði fyrir þá sem þurfa að fara í sóttkví. Og get ekki verið í sóttkví heima hjá sér, en þeir eru ekki með neyðarhúsnæði fyrir fólk sem bara á hvergi heima. Ég bara, og þetta eru yfirleitt alltaf öryrkjar og þetta bara, manni sárnar þetta svo hryllilega. Við erum alltaf að tala um þetta, það er oft talað það með heimilislausa að heimili fyrst sé lausnin, sko. Og þeir gerðu þetta í einni borg í Bandaríkjunum, þeir bara keyptu eitthvað hótel og bara inn með ykkur alla þegar COVID kom út af því að það var brugðist eitthvað við, sko, það var náttúrulega eitthvað brugðist við í upphafi með útigangsfólk, en sko málið er það útigangsmaður er ekki að sama. Nei, alls ekki. Og við erum með sko útigangsfólk sem eru fíklar og svo erum við með fólk sem sko er heimilislaust og er á vergangi og býr í tjaldi eða býr í bílnum sínum eða eitthvað svoleiðis af því það bara það er bara fátækt og það hefur ekki ráð á og svo er til fólk sem er andlega og það má ekki heima endilega í einhverju smáhísagarði með einhverjum sem eru í neyslu, skilur við, þannig að þetta er mjög flókið, en það þarf að vera hægt að aðstoða alla. Það þarf náttúrulega að flokka auðvitað, en ég meina svo er líka til fólk sem er líka bara andlega veikt og er ekki fíklar og hefur í raun og veru kannski bara ekki andlega burði til þess að taka ákvarðanir rétt og hefur samt einhvern veginn ekki verið gripið af samfélaginu í einhvers konar aðstoð. Og ég er alveg sammála með þetta, en pointið er að ég veit ekki hvað er mikið af einhverjum hótelum og einhverju tómu þessa dagana. Það er örugglega mjög mikið af því. Algjörlega, og það ætti svo innilega að vera hægt að taka bara, þú veist, hér eru 3 hótel og eitt þeirra er fyrir þá sem þurfa mikið af heilsufarslegri aðstoð, eitt þeirra er fyrir þá sem eru bara í alvörunni bara í tjaldi og eitt þeirra er fyrir, ég veit ekki, skilur við. Já. Ég sá að nú ætlaði ríkið að fara að láta sveitarfélögin hafa einhvern ekstra pening í sko ferðaþjónustuna, ég get ekki skilað öðruvísi. Alltaf. Já, og ég hugsaði bara með mig býta af hverju. Ferðaþjónustan er fallið, það þarf að bara setja í frost, það þarf að leggja niður fyrirtæki. Það er alveg augljóst.
Það bara, ég meina, ferðaþjónustan ekkert að fara í sama horfið 2 og 3. Það þýðir ekkert að halda henni. Við erum ekki að fara að ferðast yfir jól, yfir alla vetur og Nei, þess fyrir utan, sko. Og þannig að ég hugsaði bara, af hverju ekki frekar verið að gera, sko, einhverja svona raunverulega hluti. Já. Þú veist, fyrir fólk. Einhvern veginn. Ég meina, við erum með fólk sem fast með fötluðu börnin sín heima, við erum með við erum með fólk sem ekki að fá NPA-þjónustu, við erum með bara alls konar. Ég meina, sveitarfélögin er að kasta frá sér NPA-samningunum yfir á ríkið og Er það? Já, þannig talandi það, en ég ætla allavega, svo við kannski bara förum að slúta þessu, en ég minni á þáttinn sem ég gerði á mánudaginn. Ég talaði við hann Eirík Smith, réttindagæslumann, hvað það táknar að vera réttindagæslumaður, og þetta er mjög áhugavert viðtal. Þannig að ég hveti ykkur til að kíkja á það, og í næsta þætti sem ég með ætla ég að tala við hann Rúnar Björn Herrera sem er formaður NPA-miðstöðvarinnar. Hefur þó nokkuð mikið af innliki í þau mál. Ég einmitt mjög forvitin að heyra í raun og veru líka bara söguna hvernig ríkið er búið að velta á undan sér og klúðra því máli. Já, við ætlum að heyra nánar það á næsta mánudag. Herðarska mín, og þú ætlar að stefna því að vera á föstudaginn. Já, ég kæru áheyrendur stefni að því að vera með viðmælanda á föstudaginn. Við sjáum hvernig mér tekst það, hvort ég verið búin að rota mig á einhverju en ég held samt að ég stefni hraðbyr á það að hafa eitthvað skemmtilegt til að tala við. Þú hættir að kýla þig í andlitið og svona. Svo langar mig að hafa einhvern tímann, svona þátt eins og hann var með núna daginn, hann innfengiþátt. Já, við rauðaborðið, já. Hann er reglulega með svoleiðis þætti, innfengiþætti. Hvað finnst áheyrendum það? Langar ykkur að hafa innfengiþætti? Já, við skulum bara varpa þeirri spurningu fram, sjáum hvort við fáum viðbrögð við því. Látið okkur vita ef þið hefðuð áhuga á að hringja inn og ræða málin. Já, bara algjörlega. Öryrkjasálin. Það væri mjög fróðlegt. Já, heyrðu, takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag og sjáumst bara. Já, bless. Bless.